í þáttinn Allt golf, sem að þessu sinni tileinkað golfvöllunum okkar. Við fáum til okkar 2 sérfræðinga, Edvin Róald Rögnvaldsson, sem golfvallarhönnuður og hann ætlar aðeins að segja okkur frá starfi sínu. Andrés Guðmundsson, starfsmaður vallarmatsnefndar hjá Golfsambandinu, ætlar líka að kíkja á okkur og hann ætlar að fræða okkur það hvernig golfvellir eru metnir að erfiðleikum, gagnvart forgjöf. Kennsluhornið verður á sínum stað, þar verður hann Maggi með grunn í púttum og lengri höggum og svo ætlum við að kenna ykkur hvernig að leika ykkur á æfingasvæðinu. Golfsagan á sinn sess og við endum á því að draga út vinningshafa í geturinn þáttarins. En fyrst skulum við hitta hann Edvin og sjá hvað hann hefur að segja. Góða skemmtun. Nú aðalatriðið þegar nýr golfvöllur hannaður, það að í sjálfu sér að bjóða fólki upp á að njóta þess besta sem viðkomandi landsvæði hefur upp á að bjóða. Að tryggja það að völlurinn liggi þannig að fólk sjáu fallegustu staðina. Það í sjálfu sér bara eins og landslagshönnuðir væru að vinna eftir út frá almennum sjónarmið. Kylfingar eru líka fólk, segi ég. Og það eru sömu hlutirnir sem að fá hjarta kylfingsins til að slá eins og allra hinna. Nú, ef við förum í svona sértæk atriði varðandi leikinn sjálfan, þá viljum við auðvitað passa upp á það að leikurinn gangi hratt og vel fyrir sig og auðvitað út frá þessum óáþreifanlegu atriðum eins og að hafa sem flestar góðar golfhólur. Það auðvitað að ræða það fram og tilbaka hvað hún þurfi að hafa, en í því felst kannski að reyna að forðast í lengstu lög að vera með blindhögg. Það getur verið mjög slæmt ef þau eru mörg. Í sjálfu sér snýst þetta fag bara að gera eins skemmtilegan golfvöll fyrir sem allra flesta, leið og þú vinnur innan þess ramma sem eigandinn eða viðskiptavinurinn setur upp, hvort sem það gagnvart stofnkostnaði eða rekstri. Og það sem að gerir íslenska golfvelli svolítið merkilega og sérstaka það að hér heima þá höfum við alveg frá fornu fari eða frá því að fyrstu vellirnir voru gerðir hérna á 4. áratugnum og höfum við látið náttúruna svolítið ráða ferðinni, hvernig vellirnir eru lagðir í landið. Og á meðan til dæmis eins og ef við horfið á stórmót utan úr heimi, að þá sjáum við kannski lítil ummerki það landslag sem var fyrir. Vellirnir þar hafa verið teknir til allsherjar endurmótunar, það má segja það. En hér heima þá erum við svona hófsamari og þar á leiðandi þá kosta vellirnir mun minna og sem gerir það auðvitað verkum að við höfum efni á að spila og þetta verður almenningsíþrótt. En út í heimi þá verður þetta óumflýjanlega sport fyrir svona efnameiri og í sjálfu sér eru vellirnir þar margir hverjir byggðir á allt öðrum forsendum. Þeir eru ekkert endilega byggðir til þess að reka sig, þeir eru byggðir til að selja hús. Og það stór munur á. Við ætlum að tala lengdarstjórnun. Hafa það bara einfalt. Hvað hefur áhrif? Hraðinn á kylfunni. Styttri, finnum lengdina, stilla sér upp, fá miðið og treysta. Góð lengd, næsta. Hvað skiptir máli? Það hlýtur að vera örlítið lengri sveifla. Þá gerum við sama á áðan, fáum miðið, komum með myndina af lengdinni og treysta. Og þá það 3. lengdin hér. Hvað skiptir máli? Aðeins lengri sveifla, aðeins lengri pendúll og treysta. Það held ég þetta sé í þokkalegu lagi. En þetta þarf bara að æfa vel
fá þessa slökun, fá tilfinninguna fyrir pendúlnum og vinna hann síðan inn í púttsveifluna sína. Eldri vallarmatskerfi, þau voru að langmestu leyti byggð á lengd vallarins, þar að segja 2 vellir sem voru jafn langir. Þeir fengu sama vallarmat, alveg óháð því hvað var á leið kylfingsins frá teig í holu. Og það var greinilegt að það var mjög misjafnt hvað var á þeirri lengd. Sumir eru með mörgum glompum, trjám, vötnum og öllu slíku. Þannig að bandaríska golfsambandið sem fór út í það einhvern tímann seint á síðustu öld að búa til kerfi sem að tæki mið af öllum þeim hindrunum sem að yrðu á leið kylfings á golfvelli. Og þetta kerfi sem byggir á því að það eru búnir til ímyndaðir kylfingar, 2 kallar og 2 konur. Annar kylfingurinn er með sirka 0 í forgjöf, hinn með svona sirka 20. Og við metum völlin fyrir hvort kylfingur sig og þeir slá ákveðið langt á teig og þeir geta í mesta lagi slegið ákveðið langt í öðrum höggum. Og síðan förum við völlin og skoðum hvað er á þeim svæðum sem þessi kylfingar myndu lenda á. Og síðan metum við og bætum við svona hvað er á þessum velli og út úr þessu kemur einkum fyrir hverja holu af hverjum teig. Og síðan er þetta lagt saman í tölvukerfi og út kemur það sem er annars vegar vallarmat, þar að segja, sá góði kylfingurinn. 0 fórgjafa kylfingurinn myndi spila á því, en hinn myndi spila á einhverju öðru sem að getur á 2 völlum verið dálítið misjafnt. Það er ef eru margar hindranir á leið bógikylfingsins, þá þarf hann miklu fleiri högg til að klára völlinn og út úr þessu kemur svona lína, hallalína sem er kallað slóp á ensku. Og síðan er reiknuð forgjöf á alla aðra kylfinga út frá þessari línu sem er mismunurinn á þessum taumur. Mér langar að kenna ykkur leik sem ég nota oft. Hann heitir æfingarhringur á æfingasvæðinu og hann gengur út á það að spila 18 holur á æfingasvæðinu og það er gott að gera það þegar við höfum lítinn tíma eða þá þegar vellirnir okkar eru lokaðir á veturnar. Ég fer með golfsettið mitt og skorkort af velli sem ég þekki vel. Það er nauðsynlegt að þið þekki vellin vel af því þið þurfið að sjá fyrir ykkur höggin ykkar og þekkja brautirnar. Þannig að ég vel kylfu sem ég myndi velja á fyrsta teig, slæ, fylgist með útkomunni og út frá útkomunni þá tek ég þá ákvörðun hvaða kylfu ég á að velja næst. Þegar þið eru komin í færi við flatirnar, þar að segja, þeir eru komin í færi við flötina, að þá þurfum við að merkja hjá okkur hvað þið eru langt frá, svo þið getið haldið áfram á pútt- og vippgríninu. Þannig að þegar þið eru búin með 18 holur í lönguhöggunum ykkar, þá takið þið settið og skorkortið, farið á vippgrínið og klárið leikinn þar. Þetta er rosalega skemmtilegu leikur og er líka góður þegar maður er að undirbúa sig fyrir mót. Gangi ykkur vel. Nú varðandi þau verkefni sem ég hef komið af, bæði hér heima og erlendis, þá eru það það bil tæplega 10 vellir sem ég hef komið að sem geta talist nýir vellir. Hvort sem það eru þá 9 hóluslaufur sem hefur verið bætt við eldri velli. Ég lít á það kannski sem nýja velli, ný verkefni. En í það heila þá hef ég unnið fyrir á 4. tug viðskiptavina í 5 löndum. Mest eru þetta verkefni þar sem verið er að endurskoða gamla velli að einhverju leyti. Þau lönd sem ég hef mest unnið í utan Íslands eru þá aðalega Úkraína og Moldavía, land sem er nú ekki mikið í fréttum, og Litháen. Til dæmis í Moldavíu þá erum við að hanna nýjan 18 holu einkavöll sem er mjög spennandi verkefni, fyrsti golfvöllurinn mögulega í því landi. Og það sem ég er aðalega að fást við á Íslandi í dag er mjög spennandi verkefni til dæmis á Siglufirði. Það er nýr golfvöllur sem verið er að byggja þar. Og það er mjög spennandi til dæmis vegna þess að þar eru við að blanda saman golfi og ýmiss konar annarri útivist sem við gerum reyndar svolítið mikið af á Íslandi. Og það er einmitt ein af ástafanum fyrir því að okkur tekst að kannski halda kostnaði niðri eða deila kostnaði og þar af leiðandi verður
golfið aðgengilegt fyrir fleiri, það kostar ekki eins mikið að spila. Ég hef verið með mjög spennandi og krefjandi verkefni á Akureyri núna í 10 ár, þar sem við erum að endurbyggja allar flatir á þeim velli og það sér núna fyrir endan á því. Ég hef líka verið með nýlega verkefni sem hefur farið að stað að nýju á Borg í Grímsnesi. Það er völlur sem er mjög langt kominn, 18 hólur og gæti mögulega orðið okkar helsti keppnisvöllur. Hann er það langur og vonandi hefur upp á slíka hluti að bjóða að við getum haldið þar stór og góð mót. Vissulega þá er það verkefnin sem ég fékk í byrjun þegar ég var að byrja. Þau eru mér kær. Til dæmis þá var fyrsta verkefni sem ég fékk á sínum tíma, það var á Hornafirði og þar strax fórum við að búa til svolítið svona umdeilda hluti, til dæmis par 3 braut með eyju út í sjó. Ég þekki ekki neina hliðstæðu þess í heiminum, en það var nauðsynlegt til þess að geta tengt saman svona þægilegustu hluta landsins sem við höfðum og einmitt til að halda kostnaði í skefjum. Og þá leið auðvitað var þessi völlur svolítið, hann hafði ákveðna sérstöðu út af þessu og það getur oft farið saman að spara peninga og kalla fram sérstöðu. Það er ekki slæmt að fá kannski betri vöru fyrir minna fé, en það er hægt í golfi. Ég er líka ákaflega stoltur af vellinum sem ég kom að á Geysi í Haukadal, ekki síst vegna náttúrufegurinnar sem er þar. Og líka vegna þess að þar tókst okkur að gera golfvöll sem einn maður getur unnið við eða hirt. Og það hefur auðvitað mikið að segja og gerir kannski fámennum hópi eða litlum fyrirtækjum kleift að halda út í golfvöllum og reka þá. Sportjeppi Nissan Qashqai er nú fáanlegur með sparneytinni díselvél. Kynntu þér Nissan Qashqai, vinsælasta sportjeppa á Íslandi með sparneytinni díselvél. BL Sævarhöfða 2. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Finndu staðsetningu sem henta þér á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggð sinni né þjóð. Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Síldarvinnsla Neskaupstað, Skinney Þinganes, Gunnvör Hnífsdal. Langalína 15 til 23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarksárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi er Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar er á netkennsla.is. Eftirminnileg upplifun. Steik eins og steik á að bragðast. Argentína steikhús. Opnunartilboð. 40% afsláttur af frostlegi. Stilling.is. Í tilefni 60 ára starfsamælis bjóðum við upp á fallegan afmælisstein á sérstöku tilboðsverði. Íslenskur stuðlabergslegsteinn með sökkli, áletrun, lukt, vasa og uppsetningu í kirkjugarð á 169.000. Sendum steinin frítt út á land. Sólsteinar S. Helgason. Skrifræði eða lýðræði. xnei.is. Hjá Augljósi færðu leyseraðgerð framkvæmda með fullkomnustu tækni. Jóhannes Kári, hornhimnusérfræðingur, hefur framkvæmt yfir 6.000 LASIK aðgerðir og býður Augljós nú upp á ódýrustu leyseraðgerðir sem boðið hefur verið upp á hér á landi, en jafnframt bestu tækni og þjónustu. Viljirðu losna við gleraugu og snertilinsur, hafðu þá samband við Augljós. Þú þarft ekki að skóla allan daginn til að viðhalda frískum andadrætti og verja tennurnar. Colgate munnskor, 12 tíma vörn gegn bakteríum og frískur andadráttur. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggð sinni né þjóð.
Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Eskja, Eskifirði, Samherji, HB Grandi, Reykjavík. Ásmundur Einar, Björn Bjarna, Einar Kristinn, Elínóra Inga, Guðríður, Guðrún, Hörður, Jón Gunn, Kristján Berg, Maggi Birgis, Magnús Ingi, Ólafur, Randver, Ragga Sig, Siggi Stormur, Stefán Drengsson og Stefán Kristjánsson, Sigmundur Davíð, Úlfar, Tryggvi Þór og Yngvi Hrafn mynda eitt öflugasta innlenda dagskrárgerðarteymi á landinu. Á INN talað mannamál málefni fólksins í landinu. Eru ykkar auglýsingar á INN. Sími markaðsdeildar 568 1560. INN TVAF hjá inntvaf.is. Fyrsta atriði sem við skoðum, við förum á teig og mælum okkur út á braut þar sem kylfingurinn á að lenda og hann lendir eftir ákveðna vegalengd og svo rúllar boltinn eftir ákveðna vegalengd, venjulega. Síðan skoðum við hvort að brautin er hörð eða mjúk. Ef hún er hörð, þá rúllar boltinn lengra og sömuleiðis skiptir þá landslagið í brautinni máli. Ef að lendir í upphalla, þá rúllar það minna og ef þú lendir í niðurhalla, þá rúllar það meira. Þannig kemur þetta inn. Nú næsta atriði síðan hæðarmunur af teig. Ef maður fer upp á hæð til að slá, þá náttúrulega fer boltinn lengra út á brautina og hins vegar ef það er að slá upp núti, þá fer hann styttra og þetta teljum við allt saman með og mælum þetta. Og næsta atriði er landslagið í brautinni. Ef hún er mjög ójöfn og mikið landslaginni, þá stendur astanlega við að slá og þá færðu auka plús fyrir það að það sé erfiðara högg. Nú, brautin sjálf er hreinlega mælum hvað hún er breið, hvað skotmarkið er breitt og eftir því sem hún er þengri þá fær völlurinn hærri einkunn eða sú braut allavega. Nú síðan er það flötin sem skotmark, hvað er hún stór og síðan ræðist einkunnin af því hvað er höggið langt inn á hvað stóra flöt og þar geta komið inn þættir hvað sérðu mikið, sérðu bara toppinn á flagginu eða annað og síðan ef hún er hörð þá er náttúrulega miklu erfiðara að láta boltann stoppa á henni. Það gefur plús í kerfinu. Byggt á því þessari flatar skotmarksengun eru þá nokkrir liðir í viðbót. Það er til dæmis röffið í kringum flötina og hvernig er hægt að redda sér inn á flötina. Ef að flötin er lítil þá færðu háa einhvern í þetta skotmark og þá lendur við miklu oftar út í röffi og einhverju í kring og þar metum við bara hæðina á grasinu, hvað er eftir að slá úr því, hvernig landslagið er, hvort þú stendur astanlega í brekku eða eitthvað. Hvort það eru hólar í kring eða annað slíkt. Nú síðan eru það glompurnar. Grunneinkunnin byggist á því hvað flötin er vel varin af glompum og síðan leiðréttum við það, bætum við plús ef það eru djúpar og slíkt og eins með glompur á braut. Ef þær koma akkurat fyrir lendingasvæðið þá náttúrulega er það miklu meiri leik heldur en annað. Og síðan næsti liður er þá það sem er svona öfgakargi, það sem við lendum í fyrir utan sleignasvæðið, þar að segja fullvaxið gras eða íslenski móar eða hraun eða hvað sem er. Næsta er þá vatn, það eru vatnstorfærur bæði til hliðar og sem það þarf að slá yfir og við mælum vegalengdir í það og hversu langt þarf að slá yfir þar ef það liggja þvert yfir. Tré eru einn hlutin líka. Næst síðast er svo yfirborð flatanna, þar skiptir hraðinn samkvæmt stimpmælingu mjög miklu máli. En annað er síðan landslagið, hversu mörg brot er í flötinni, hversu erfitt er að púta í rauninni og meiri hraði því erfiðara og meiri brot því erfiðara. Og síðan sér kerfið að lokum að meta, sérstaklega fyrir bókikylfinginn sem að hræðist margt af þessu, að ef það eru mjög margar einkunnir sem eru háar í öllum þessum liðum, þá kemur svona sálfræðilegu þáttur inn og bætist ofan á það á einhver með bókikylfinginn.
Þú tókst þátt í atvinnumannamóti á Íslandi, það ekki? Þú ert örugglega að tala hérna... Fyrsta mótið? Fyrsta mótið, já. Fyrsta mótið sem við fengum að taka þátt í, sem ég fekk að taka þátt í 10 ár. Af því að reglurnar voru svo bjánalegar einu sinni, þegar maður gerðist golfkennari, þá gerðist maður atvinnumaður í golfi og atvinnumenn, þeir máttu ekki taka þátt í áhugamannamótum. Og það var bara áhugamannamót á Íslandi, þannig að við fengum ekki að keppa. Svo loksins fengum við að keppa og þá ætluðum við nú heldur betur að hafa gaman að þessu og settum atvinnumannaflokk í 1 stigamótið og það var í Keflavík og það var nýbúið að breyta 7. 7. eins og þú veist par 4 hóla og svo kemur 8. par 3 en það var ákveðið að breyta að 7. yrði par 3 og 8. par 4. Þetta var breyting sem að misheppnaðist í að hún var breytt aftur. En það var þannig að ég var að spila við Ástráð Sigurðsson og við vorum, ég átti teginn á 7. og ég kem á 7. og hafði ekki hugmyndum að búið að breyta þessari hólu. Ég gekk bara á teg að gömlu vana eins og ég hafði alltaf gert í Keflavík og það var, þetta var vor og það mótaði alveg fyrir brautinni uppbyttir. Og ég stilli mér upp með dræverinn. Ég sá að Ástráður varð eitthvað skrítinn á svipinn, en allt í lagi, ég stilti mér upp og slæ í jörðina með galopinn kylfuhaus og boltinn hann tekur svona sveig til hægri og bara frekar stuttur. Þannig að ég var ekkert rosalega sáttur. Ég bara horfði á hann á stað og ég sá hann ekki lenda. Ástráður, hann horfir á mig, hann var með einhver 5 járn í höndunum eða eitthvað og mér fannst það skrítið og hann fer í pokann, setur 5 járnið onni og dregur upp 3 tré og svo slæðir hann að mér fannst langt út í röf bara þarna og þá sé ég að hann flýgur yfir einhverja flöt þarna, boltinn hans og hann horfir á mig og segir hvað, varstu ekki með dræver? Jú og þú ert þarna inn á gríni og ég horfði, já, býttu, ég var inn á gríni þannig að þetta var hálf kjánalegt og Ástráður hann fór þarna langt yfir grín þannig að ég tók hann bara þarna á leikskipulaginu. Samkvæmt kerfinu þá á að yfirfara golfvelli sem eru fullvaknir og tilbúnir á svona 8 ára fresti. Nýja golfvelli á að meta örar meðan þeir eru að fá sitt form, 3 ára fresti. En síðan getur ýmislegt breyst, við metum vellina við hásumar aðstæður, þar sem allt á að vera eins og það á að vera. En síðan getur komið þurrkur og það getur komið bleyta og það getur breyst aðstæður og karginn vaðið upp eða þá eins og síðustu árin þurrkur og það vex engin kargi og völlurinn stendur alls ekki undir mati og það spurning hvort að eigi ef hægt að meta alla helstu velli landsins sem að stærstu mótin eru haldin á bara nokkrum eða svona 1-2 vikum fyrir mót. En það er aldrei mikil vinna og þetta allt saman sjálfboðaliða starf og það ekki víst að þetta sé að koma því við. Uppstilling mjög einstaklingsbundin. Það nánast útilokað að við getum verið eins og einhver annar. Við þurfum að finna okkur því að við erum svo breytileg. Einstaklingarnir eru svo breytilegir. Við erum alin upp á mismunandi máta, við erum mismunandi í laginu og það sem við þurfum að hugsa það hvernig ég, sá sem að stilla sér upp, hvernig nær hann bestu jafnvægi. Jafnvægispunkturinn þarf að vera góður því að kraftarnir í golfinu, ég ætla nú ekki að vera með neinar deilur en svona, það eru 2 kraftar sem að ég horfi svolítið á og sem mér finnst skipta svolítið miklu máli. Það snúningskrafturinn sem að við þurfum að passa upp á. Þá þarf jafnvægið að vera í góðu lagi þannig að þá með snúningskraftinu sveiflum við kylfunni
og síðan er það upp og niður krafturinn því að kylfan hún fer upp og niður og í gegn boltan. Þannig að það eru þessi kraftar sem búa til kraftinn sem að sendir boltan. Og það sem er svo mikilvægt, það er að þessi kraftar skili kylfunni inn í stefnuna sem við ætlum að senda boltan svo að krafturinn nýtist algjörlega. Og að tæmingin sé þannig að hröðunin á kylfunni sé mest í gegnum boltan. Ef við náum þessum hlutum, þá þurfum við ekkert að hafa neitt rosalega mikið fyrir því að búa til hennan kraft. Ef við finnum uppstillingun okkar, þar sem að við náum að snúa okkur í jafnvægi, þar sem við náum slökuninni til þess að láta kylfuna sveiflast í rétta átt. Þannig að við eigum helst ekki að vera að stæla einhvern annan. Við eigum að reyna að finna stöðun okkar og sumir eru með mikið bil. Það er sagt að það sé ágætt að vera með mikið bil ef maður er leggjalangur og skrokkstuttur. Ég er það ekki, ég er svona tiltölulega í hina áttina, þannig að ég ætti þá frekar að vera með minna bil. Og þetta er svona hlutur sem að hver og einn þarf að finna með aðstoð að sjálfsögðu ykkur með sér, sérstaklega golfkennara. Og síðan er hallinn og ef við hugsum hallan, þá er hallinn þetta sem að við setjum fram. Þeir sem halla sér mikið eða þeir sem halla sér lítið. Allt er þetta eitthvað sem hver þarf að finna hvað virkar best. Hvernig held ég bestu jafnvæginu og hvernig næ ég að sveifla kylfunni inn í stefnuna sem ég ætla að senda boltan. Spurning síðasta þáttar var hversu margir golfvellir eru á Íslandi og við fengum ansi mikið af mismunandi svörum en það er pínlítið erfitt að komast að hinu rétta. En golfsambandið gefur út að það séu 65 golfklúbbar á landinu og vellirnir eru 71. Þannig að við ákvaðum að draga úr öllum innsendum svörum í þetta skiptið og vinningshafinn að þessu sinni hlýtur gjafabréf á Ekko golfskó að verðmæti 25.000 krónur og það er Stella María Vilbergs. Spurning þáttarins er: hvað heitir félagsskapur þeirra kylfinga sem farið hafa hol í höggi? Rétt svör eiga sendast á netfangið alltumgolf@gmail.com.